Ef þú ert að nota Zoom í fyrsta skipti þá er gott að fara hérna inn á vefsíðu hjá kennslumiðstöð sem er hérna undir fræðsluefni og fjarfundur og netspjall og Zoom. Og hérna erum við að safna saman upplýsingum og leiðbeiningum forritið og kemur fram að í ókeypis aðgangi að þá getur þú verið hérna á 40 mínútna fundi. Þannig að ef þú sá tími dugar ekki þá geta kennarar í háskólanum fengið leyfi sem er keypt og ég mæli með því að byrja þetta á að sækja forritið og hérna er tengill til að sækja það. Zoom er á vefslunni zoom.is og það er bara þegar maður fer þarna inn þá bara downloadast þetta og svo getur maður keyrt þetta upp, sjáðu hérna niðri. Ég er með forritið á mér svo ég ætla ekki að starta því. Og síðan eru hérna mjög fínar leiðbeiningar hvernig maður á að byrja og hvernig maður á að biðja að fá þennan HÍ-aðgang frá upplýsingatæknisviði. Þannig að þeir eru með fínan vef hvernig maður á að byrja og hvernig maður getur sótt þetta HÍ-keypta aðgang fyrir Zoom. Og hérna tala það ef að við þurfum að nota meira en 40 mínútna fundi að þá þurfum við að senda post á help@hí.is og frá netfanginu ykkar. Og síðan er bara hægt að þegar þið fáið aðganginn þá er þetta það sem þarf að gera. Það þarf að gera aðganginn virkan, það þarf að skrá sig inn, í fyrsta skipti búa sig til aðgang. Hérna eru svona upplýsingar hvern og einn og síðan getur við farið og raunar byrjað að hafa fundi. Og þetta er mjög gott, við tökum svo stellingarna aðeins seinna, en hér að því þeir eru að tala að þeir eru komið í keypta aðganginn frá HÍ þá getið búið til ykkar eigin netfang. Og það er eins og hérna þeir eru að fara inn í fyrsta skipti að fara í þetta go to my account, en þið getið alltaf farið inn aftur síðar og skoða stellingarnar. Og hérna mælum við með því að þið notið símanúmer ykkar í háskólanum. Allan þið sem eru með símanúmer þar, annars getið þið nota GSM-númer ykkar eða eitthvað annað. Og þannig að það er mjög þægilegt allan fyrir þá sem eru með vinnusíma að tengja við þann og þeim að mannað og það er þetta númer á Íslandi og svo bara númerið, passar upp á stað og fjölda. Og svo er raunverulega líka hægt að búa til sinn eigið svona persónal tengil sem er ekki þá númer. Eins og sjáum hér, hérna er UTS 5550, ég er til dæmis sjálf með SIPA, þannig að ég gef slóðin sem ég gef fólki uppi zoom.is/my, SIPA eða símanúmerið mitt. Og svo hérna er bara farið í helstu stillingar í forritinu, hérna hjá þeim hvað þetta er, að þetta er hérna til hliðar en að mute, hljóðnuminn, hvort er kveikt á honum eða slökkt, hvort það sé kveikt eða slökkt á vídeónu. Ef það á að bjóða fólki beint inn á fundinn þá er það þessi tekki. Hérna maður eitthvað að eiga við fólki sem er komið á fundinn. Þetta er bara svona litla kannanir sem hægt er að búa til bara lifandi við fólki sem er á fundinum. Að sér nota maður mjög mikið því að þá getur maður deilt skjánum sínum eða PowerPointinu eða einhverjum vafra. Maður getur, þegar maður velur þetta þá komið valmöguleikar. Hérna er svona möguleikar að skrifa, þetta getur svolítið hentugt ef ykkur er vandræði með hana hljóð að þá er þetta láta að tala hér saman með því að skrifa inn texta eða það er hóparnir mjög stórir, þá er þetta jafnvel að biðja fólk að fá spurningar þarna í gegn. Þetta er gjarnan gert í svona webinars þar sem kannski er fyrirlesari að tala og fólk er á línunni og þá er fólk ekki að koma inn að spyrja, það spyr spurninga þarna. Og svo er hægt að taka þetta upp og það er val að taka upp í skýinu sem vistast þá hjá Zoom eða bara lokal sem vistast þá í tölvunni. Og síðan er hérna breakout room, þetta er ef þið eru með stóra hópa og viljið skipta nemendum kannski upp niður í 3, 4, 5, 6, 7 saman og þá getið þið gert það og svo hérna þessi endatakki er að ljúka fundi.
Þannig að, og svo talaði henni í þessum leiðbeiningum að einfaldast sé að bjóða fólk að fjarfund með því að afrita persónalink. Þannig að á það er það. Eða þá að ef þið vil ekki hafa persónalink þá bara býr hver fundur býr þá til sinn tengil sem þið hægt að senda á nemendur.